Það 5-1 tap gegn HK niðurstaðan, svona hver eru fyrstu viðbrögð bara eftir leik? Veist þú hvernig við náum þessum boltum? Hundfúll, það er að segja hundfúll að við fyrsta lagi töpuleiknum og töpum svo stórt. Fyrir hálfleik höfum við getum alltaf kennt sjálfum okkur en við fáum 2 alveg dauða færi í fyrir hálfleik og erum ónáði leiknum þegar við fáum okkur víti sem að ég samþykki aldrei þessi víti, þetta er bara bull og dómarinn vel staðsettur inn í miðjurhringnum þegar þetta er dæmt en ég veit ekki hvernig er að réttlæta þetta en við þetta atvik þá snýst momentum í leiknum og við vorum bara í brasi út fyrirhálfleikin þannig lagað og mér fannst að gera ágætlega inn í seinni hálfleikin en eftir 3-1 markið þá bara gefast upp, bara hreint út og þá bæta við 2 í viðbót sem að er helviti þungt. En þetta er bara típiskur, ef við skorum og færum okkur þá vinnum við, hefðu unnið þennan leik en hvernig færi viltu fá ef þú skorar ekki á þessu sko. Það er bara Einmitt, og eins og þú segir, það verður mikið momentum change eftir þennan vítadóm. Já, þeir taka yfir leikinn svolítið eftir þennan vítadóm og við eðlilega pirrum okkur á þessu. Þetta er bara, mér finnst þetta bara 4., minnstakosti 3. skrýtni vítadóminn sem við fáum á okkur í sumar. Og svo sleppir hann, í fyrri hálfleik sleppir hann 2 klárum brotum inn í teig og sem að bara önnur til peysatu og svo stígur hann fyrir hann í hinskipti en þetta það bara fellur ekkert með okkur, ekki dómgæslan, færa nýtingin. Þannig í þessum leik erum við svolítið undir hvað það varðar. Ef við horfum fram á því, það eru 3 leikir eftir, núna er í botnsæti deildarinnar. Svona hvernig leggst komandi tímar í þig? Bara fyrir okkur er þetta bara einn leikur einu og við þurfum bara að vinna næsta leik. Það er ekki, við erum bara komnir í þá stöðu, það er búin að koma okkur í þá stöðu að við verðum að fara og við verðum að vinna Þrótt hérna heima og svo verðum við að fara norður og vinna til að vera hafa þetta lifandi fyrir lokaumferðina. Hvað þurfum við að gera í þeim leikjum til að uppskera sigur? Já, við þurfum að skora mörk og við þurfum að fækka mörkunum sem fáum á okkur. Þetta er eiginlega bara pínlegt hvernig við erum að fá mörkin á okkur. Þú sér það í fyrsta markinu er þetta hornspyrna sem er bara aulagangur. Annað marki er þetta aukaspyrna og við látum boltan fara og hann er kominn í færið. Markmaðurinn undan í boltan, slær hann til hliðar og gefa víti. 3. marki hornspyrna og ég veit ekki hvað ég er búinn að segja oft í sumar að við séum að fá okkur mörk eftir hornspyrnu. Ég held að þetta sé númer 15 og 16 í sumar. Við erum búin að fá okkur tæplega 50 mörk og það er bara ekki í lagi. Eitthvað svona einbeitingarleysið eða eitthvað í mörkunum allavega hér í dag eða hvað? Já, kannski seinustu mörkin sleppur bara mjög fljótum maður í gegn og klárar. En hinn mörkin er bara einbeitingarleysi og svo vanta hátur. Takk hérlega.